sól í lönd við sjónarrönd og pálmar tveir og tveir teygja sig á sendni strönd. Suðræn silfurgló, suðræn trega ljóð, syngja suðræn fljóð og syngja mig í bönn. Kissi kinnar blær, hvítur sær, faðmar söl og sand, sitra lindi fagur tær. Mitt óska land æ vil ég dvelja, hvar sem kókospálminn grær. Kissir kinnar blær, hvítur sær, faðmar söl og sand, sitra lindi fagur tær. Mitt óska land æ vil ég dvelja, hvar sem kókospálminn grær. Komiði sæl og blessuð. Umfjöllunarefni okkar að þessu sinni ein frægasta söngsveit þjóðarinnar á öldinni sem leið, stúlkurnar sem kölluðu sig Öskubuskur. Þær sungu hér Óskalandið, erlent lag með texta Guðmundar Oddssonar, viðundirleik tríós Ólafs Gauks, af 78 snúnika plötu sem kom út hjá Tónika útgáfunni árið 1954. Þetta eru þær Öskubuskur sem þjóðin þekkir best úr útvarpinu, það að segja sú útgáfa sveitarinnar sem söng inn á útgáfu plötur og alls 4 slíkar með 8 lögum. Það var árið 1954 en þá voru Öskubuskurnar bara 2, stöllurnar Sigrún Jónsdóttir og Margrét Hjartar Björnsdóttir. En upphaflega voru Öskubuskurnar 5, 15 og 16 ára skólasystur úr gagnfræðaskólanum við Lindagötu eða Ingimarsskóla sem hófu ferilinn árið 1946 í barnatíma útvarpsins og á skólaskemmtunum. Þessar 5 voru Inga Einarsdóttir, Margrét Hjartar Björnsdóttir, Sólveig Jóhannsdóttir, Svava Vilbergs og Sigrún Jónsdóttir. Nú máttu alldum heiminn líða og hverju brjósti verði ró og sorgvott við barminn bíða, þú bjartar heiða júlí nótt, þú bjartar heiða.
Hinar upprunalegu öskubuskur, 5 talsins, voru hér að syngja ljóð Þorsteins Erlingssonar Nótt við erlent lag og trúlega var gítarleikarinn ein af þessum 5, Sigrún Jónsdóttir. Þetta er fágæt upptaka með fyrstu áhöfn öskubuskna, gæti trúlega verið frá fyrsta starfsári sveitarinnar, veturinn 1946 eða 1947 og við eigum eftir að heyra fleiri slíkar sem sjaldan eða aldrei hljóma í útvarpinu núorðið. Þær eru sóttar í þátt úr safni útvarsins, þáttinn Úr handraðanum sem Sverrir Kjartansson hafði umsjón með vorið 1976. Þar spjallaði Sverrir líka við 4 af 5 upprunalegum öskubuskum, þær Ingu Einarsdóttur, Margréti Hjartar, Sólveigu Jóhannsdóttur og Svöfu Vilbergs. Áður en við leggjum af stað í viðtalið, skulum við hlýða á annað lag. Það er þýðing Steingríms Thorsteinssonar á ljóðinu Svífur að haustið, 5 öskubuskur syngja. Sennilega 46, þetta tekið upp Við 16 ára. æfum þetta fyrir ársætið í skólanum 46. Já, og eru þið þá flesta 16 ára? Já. Allar á sama aldri? Nei, hún er var einu ára yngri. Svafur 1 ára yngri. Já. Og Sigrún er nú ekki með okkur hérna, var hún þá á svipuðum aldri? Já, hún er á sama aldri. Við vorum saman allar skólasystur Í hvaða skóla? í Ingimarsskólanum. Já. Og byrjuðu þið að æfa þetta fyrir skólaskemmtun eitthvað? Já. Og það hefur sem sagt þróast út úr því að þið fóruð að syngja skemmtunum? Já. Ég var ekki fyrst í barnatíma sem að Við sungum fyrst í barnatíma og þá byrjuðum við miðum taka eiginlega þetta við. svona alvarlega. Var það í fyrsta skipti sem þið sunguð í útvarp? Já. Og þá náttúrulega beint? Já, alltaf beint. Voruð þið nokkuð nervusar þá? Já. Ég man alltaf þegar við biðum eftir ljósunum. Gulfum yfir rauðaljósinu. Já, var það erfitt? Já, það var þetta var stór dagur að okkur fannst að koma fram í útvarp. Það var ná 5 árum sem að vorum kátur á 4 árum og gaman að lifa. Eru það ekki ennþá? Við getum til dæmis sagt frá því þegar lögreglan stoppaði okkur inn á Hverfisgötu. Nú, hvernig var það? Ákaflega skemmtilegt atvik. Var ekki þá sem vorum að koma frá því að syngja fyrir Alþýðuflokkinn? Og það var ákaflega skemmtilegt að ég er búin að skemmta mér yfir því seinna með þeirra auglýsingu því að það var rétt fyrir kosningar. Og það var auglýst Alþýðuflokksmenn mjög áreiðandi fundur hjá Alþýðuflokknum í Alþýðuhúsinu. Hina vinsælu öskubusku syngja. Já. Og við vorum það kátar þegar við komum frá því að syngja fyrir Alþýðuflokksmennina. Við gengum inn alla Hverfisgötu og tókum lagið á leiðinni. Já. Og þá kom aftan að okkur lögregluþjónn og benti okkur vinsamlegast á að það væri bannað að syngja á almannafæri. Já.
Við vorum nú að vísu ekki settar inn fyrir þetta, en fengum góða áminningu. Já, og þið hefur náttúrulega ekki þorað að halda þessu áfram. Nei. Þorðum ekki að líða lögunum. Annars vorum við nú mjög frjálslyndar í pólitíkinu má segja því að Við sungið hjá öllum flokkum. það var vist ekki til sá flokkur sem við ekki sungum fyrir. Og sérstaklega höfðum við mikið að gera mitt þarna fyrir kosningar. Við enda hendumstu landið. Vertiðin okkar, kosningarna. Já, fóruð þá allt land? Við fórum ansi víða, við fórum norður, ég og vestur. Já. Og svo náttúrulega allt Suðurlandið. En þá var maður að fara allt í bílum. Það var nú ekki manna að ræða, svo þetta var ofta ansi ströngferðalög. Var það ekki í Speglinum sem þeir gerðu grín að því að Ólafur Thors geti ekki eiginlega haldið ræðu? Ég fór að rifja það upp. Á pólitísku mótu öðruvísi að við verum einhvers staðar baku til að styrkja með söngokk. Nú og svo höfðum við nú líka ákaflega mikið að gera. Það var oft sem við sungum á 4 og 5 stöðum sama kvöldi. Við hendumst á milli hér í Reykjavík og nágrenni. Og þetta var náttúrulega mest föstudaga, laugardaga og sunnudaga. Það árshátíðatími var. Og árshátíðarnar, það var náttúrulega. Fenguð ekki mikið borgað fyrir? Já, við þóttum vist vera orðnar ansi dýrar. Við vorum konar upp í 500 krónur. 100 krónur hver. Já. Það þótti afar vel borgað maður ég. En alltaf fengum við að greitt, það var aldrei talið eftir. Og ef við vorum kannski á 4-5 stöðum sama kvöldu þá var þetta ansi góð uppskera í þá daga. Það nú líklegt. En við vorum líka reglulega duglegar að vinna við þetta og æfa. Já, það fór geysi mikil Tími í það, auðvitað. Við vorum yfirleitt alltaf að æfa ef við vorum ekki að. Og þið komið alltaf fram bara með eigin gítarleik. Já, alltaf. Þannig að þið allar 5 altså sunguðu aldrei með danshljómsveitunum? Nei. Og þær sem spiluðu á gítar það var Sigrún og Inga. Já, fyrst. Það var nú bara og svo breyttu við því og svo var Sigrún ein. Já. Og þetta stóð og féll með henni. Já. Það gerði það allt, hún útsetti allt. Engin okkar kunni að lesa nótum nema hún. Já. Og við notuðum þær ekki, hún söng þetta inn í okkur. Söng þetta inn í okkur. Já. Hún þurfti yfirleitt ekki að heyra eitt einasta lag nema einu sinni að þá voru konar 4 eða 5 rættir í það hjá henni. Svo kenndi hún okkur þær bara. Já. Hvað var þetta, voru þið saman í mörg ár, allar 5? Já, það hafi ekki verið meira svona frá því að við byrjum að syngja á skemmtunum, þá það sennilega svona 2 ár. 3. Já, en Já, frá... það 3 ár. Já, það 3 ár. Já. Nú, svo má kannski segja frá því að við kynntum lagið hans Fúsa Halldórsson að Tóndileyju. Já. Í Bláu stjörnunni, hann tók okkur hvað einn eftirmiddagen í Riðnó og lét okkur læra lagið og byrjaði að æfa það með okkur. Og svo tók Sigrún við. Og þá spilaði Sigfús undir. Munið eftir því þegar við fórum og sungum beint í útvarpið þá það var bindindisþáttur á sunnudegi. Og klukkan 1, það mjög minnir. Og þá var... sungum við Tóndileyju, þá var það alveg nýtt á nálinni. Og svo á leiðinni niður, þá hittum við Helga heiti Hjörvar. Og hann gerði töluvert veður út af því að við hefðum sungið þetta lag í bindindisþáttum því að þar var sagt þá var dansað, drukkið og kysst. Og við hefðum nú eiginlega átt að láta það vita hvað við ætlaðum að syngja áður en að við fórum inn. En þið haldið svo áfram 2 til Sigrún? Já, það var ekki fyrir dálítið löngu seinna, 54. Já, eftir að ykkar starfsemi hafði raunverulega legið niður þá? Já. Og það voru þó nokkur ár sem þið Við voru vorum saman? saman í 2 ár, held ég, 2 ár. Og þið sungu þá inn á þessar plötur? Þá sungu við þessar plötur, já. Sestu hérna hjá mér ástin mín, orða
Léttar báður þær kveða þíðan til öldunni og aftan trygg yndislegt að hvíla þér við hlið. Hve dýrlegt í örmum þér að una og gleyma sér. Sestu hérna hjá mér ástin mín, horfð á sólarlagsins roðaflóð. Særin ljómar líkt og gullið vín, léttar báður þær kveða þíðan til öldunni og aftan trygg yndislegt að hvíla þér við hlið. Hve dýrlegt í örmum þér að una og gleyma sér. Öskubuskurnar Sigrún Jónsdóttir og Margrét Hjarta Björnsdóttir sungu hafa í söngin góð kunna, sestu hérna hjá mér ástin mín, texta Jóns frá Ljárskógum við lag Queen Lilió Kalani frá Hawaii-eyjum. Það var tríó Ólafs Gauks sem lék og þetta kom út á plötu hjá Tónika árið 1954. Við heyrðum þarna brot úr þætti Sverris Kjartanssonar úr Handraðanum sem var útvarpað árið 1976 en þar rifjuðu 4 af 5 öskubuskum upp ýmislegt frá söngferli sínum og við eigum eftir að heyra meira úr þessu viðtali hér á eftir. Þegar flett var upp í íslenska blaða- og tímaritasafninu tímarit.is á netinu fannst fyrsta blaðaauglýsing öskubuskur í nóvember 1947 þegar stúlkurnar voru 17 ára eða þar bil. Þá var auglýstu skemmtifundur skíðadeilda IR og KR og meðal skemmtiatriða söngur 5 öskubuskur. Nokkrum dögum síðar eru þær komnar upp á svið í nýju mjólkurstöðinni á eftirmiddagsdansleik frá 3 til 6 á sunnudegi. Kákásestettin lék fyrir dansi og meðalatriða 5 öskubuskur. Þær voru sem sagt 5 í fyrstu áhöfninni frá 1946 til 48. En síðan varð svo breyting á að Inga Einarsdóttir og Svava Vilbergs hættu en Oddný, systir Margrétar Hjartar, kom inn sem 4. manneskja. Áfram sungu öskubuskur 4 fram á árið 1950 og voru eftir þetta auglýstar sem nýjar öskubuskur. Veturinn 1949-50 sungu þær meðal annars með hljómsveit undir stjórn Steinþórs Steingrímssonar og í Breiðfirðingabúð með hljómsveit Björns Einarssonar eða að minnsta kosti á dansleikjum þar sem þessar sveitir komu fram en yfirleitt sungu öskubuskur bara við eigin gítarundirleik. Síðasta blaðaauglýsing með þessari áhöfn öskubuskna frá því í febrúar 1950 en svo allt stopp til ársins 1954. Þá fóru
eins og áður sagði í viðtalinu, 2 af hinum upprunalegu öskubuskum aftur af stað, Sigrún Jónsdóttir og Margrét Hjartar, og gerðu þá plöturnar sem hljóma stundum í útvarpinu en þann dag í dag. En nú drögum við fram eina af þessum fágætu hljóðritunum með 5 öskubuskum sem leyndust í þætti Sverris Kjartanssonar. Þær syngja hér sirpu af bandarískum lögum og líklega þetta eina hljóðritunum sem til þar sem þær syngja ekki á íslensku. Þetta Home on the Range, Way Down Upon the Swanee River, Oh Susanna, Old Black Joe og Old Kentucky Home. There's where the cotton and the corn and potatoes grow. There's where the birds warble sweet in the springtime. There's where the old dark guitar drums hvað Sigrún í raun og veru var upp á sitt besta þarna á röngum tíma. Einmitt. Ef að hún hefði verið í dag þá hefði þetta, ég veit ekki hvert hún hefði komist. Þeir meðan við hennar getu. Já. Já. Já, við sjáum það, við eigum eiginlega engar upptökur með okkur til dæmis frá þessum tíma. Nei. Núna skeður ekkert öðruvísi heldur en þessi tekið upp á segulband. Já.
og öll flutningstekni orðin allt öðruvísi og miklu betri. Það þekkjast allar orðið vandræðin með mikrofónuna sem væntanlega... Nei, við vorum með einn. Það var einn Við vorum fyrir okkur 5. Já. Og ef maður kom að nálættunum þá... Þá kannski í röðan. Einmitt. Og langt frá þá heyrist ekkert. Hvernig var það til dæmis út á landi þegar voruð skemmtið þar? Voru einhver svona magnunartæki eða... Sumstaðar var þessi bara að beita okkur. Og það var þá minni hús. Já. Og það kom það kannski ekki eins að sög. Og svo held ég að það hafi breyst ákaflega mikið. Þá gátu við beðið með að byrja að syngja, þá gátu við að komið þögn í salinn. Ég held að þetta þekkist ekki lengur, ekki svona á skemmtunum. Við bara biðum. Já. Og þá... Það þurftu nú yfirleitt ekki að bíða lengi. Nei. Það var allt annað, virtist vera allt annað públikum. Það var dauða þögn á meðan, yfirleitt á meðan maður var að syngja. Nú og svo var ekki segulböndin til, það var sungin á stálþræði. Og svo var Sigrún ákaflega fundvís á gömul íslensk lög og skemmtilega texta. Já. Og kunni þessu ósköp. Alveg. En sem sagt, þið hefði aldrei fengið þá flugu í kollin að syngja inn á plötur? Veistu, þetta var bara svo lítið þetta þá. Já. Það var, ég man bara aldrei eftir því eins og það væri neitt verið að tala það. Ég man það að vísu að það var einhver bresku maður frá einhver Breti sem var að hlusta á okkur og okkur stóðjafnvel til að okkur væri búið að syngja BBC. Já, einmitt það, já. En þá fóru hlutirnir að breytast eftir það, þær fóru að gifta sig og eiga börn og það var nú orsökin til þess að þið hættum, sko. Já, það maður kannski því sambandi minnast á það í sambandi að það voru einmitt barneignirnar sem stoppuðu okkur. Við erum eiginlega þessa 5 búnir að framleiða heilan kór. Nú það bara ekki bara. Við erum búin að eiga samtals 24 börn. Jæja. Já. Og ég svo aldrei þess að það vel að veri. Já, það var afrek út af fyrir sig. Og haldið að þetta sé af því að þið eru svona músikalskar eða? Það er nú það. Nema við höfum verið að bæta fyrir hvað við vorum út af þessu heitið okkar gamla. Það voru stiltar á þessum árum. Já, það er nefnilega það. Það er eins og ég segi, þetta hefur verið erfið. Einhvern veginn hefur þetta brotist út. Já, þetta hefur einhvern veginn brotist út. Við vorum kvikmyndaðir hana hjá Lofti Guðmundsssyni og það var nú sýnt sem aukamynd í Gamla bíómægi. Nú, svo vorum við líka í Sögu Reykjavíkur, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Eða Reykjavík vorradaga eða eitthvað. Ég held að Óskar Gíslason hafi tekið þá með. Já, og voru þið látt að syngja þar líka? Já. Hjá Lofti líka? Hjá Lofti, já, við fórum bara niður á ljósmyndarstofuna, hann var með svona smá stúdíó. Já. Og sonur hans var að taka upp. Það var nú með því seinasta sem við sungum, sko. Það var alveg sem kabarett í Gamla bíó sem Pétur Pétursson var með að taka. Já, við meðan nú ekki gleyma því að hann var okkur með. Já, við endilega koma því að hann var okkur alveg sérstaklega góður Pétur Pétursson og gerði mikið í því að koma okkur áfram og hafði mikinn áhuga. Var okkur virkilega góður. Því að við höfðum nú náttúrulega enga agenta eða rótara eða það var bara hringt í þá sem hafði síma, svo höfðum við bók og skrifuðu niður langt fram í tíman. Og ég held að hafi ekki verið til sá salur hér í Reykjavík og nágrenni sem við sungum ekki. Ég man að við sungum meiri segja fyrir kaþólika og nunnurnar upp í Landakoti. Og það má líka koma fram að við fórum á sjúkrahúsin og það var náttúrulega án endurgjalds. Finnst ykkur þetta ekki skemmtilega minningar þegar lítið barn? Jú, geysilega skemmtilega. Hafið þið haldið sambandi í gegnum árin? Já, við höfum gert það að vísu. Ekki nógu mikið. Ekki nógu mikið og svo hefur Sigrún verið svo mikið erlendis sem við reynum nú alltaf að koma saman þegar hún kemur til landsins. Já.
skulum við skemmt okkur saman. Við skiljum hvort annað í kvöld, að líf svo ljómandi gaman, en lífið það heimtir sín gjöld. Við skynjum ei sorg eða syndir, í svimjúkum ástanna klið. Við sælunnar sætustu lindir, svölunnar leitum við, sem þráir dögg hið fyrsta rós, svo þráum við að njóta, og sæl við mánans milda ljós, við munum yndir fljóta. Og lífið gekk við dansum dátt, við dýrakoss og hörpuslátt, og vefjum blík hvort annaðar, með æsku hít í bað. Og lífið gekk við dansum dátt, við dýrakoss og hörpuslátt, og vefjum blík hvort annaðar, með æsku hít í bað. Með æsku hít í bað. Öskubuskurnar Sigrún Jónsdóttir og Margrét Hjartar Björnsdóttir sungu lag Ólivers Guðmundssonar við mánans milda ljós, textin eftir E. Friðriks, en með stúlkunum lék sjálfur K.K. Sextettin. Þetta eitt af þessum ágætu öskubusku lögum sem ekki lengur í almennri umferð, því miður, en eftir því sem næst verður komist eru einungis fáanleg 3 lög með öskubuskum á geisladiskum dagsins í dag. Það eru lögin Vor við sæin eða Bjartar vonir vakna, Bimbo og Hatterían Hattera. Bimbo var mikill smellur á sínum tíma og var platan rifin út úr búðum. 11. febrúar 1955 birtu K.K. og Svavar Gests, eigendur músikbúðarinnar og tónikaútgáfunnar, eftirfarandi auglýsingu í Morgunblaðinu: Bimbo, platan sem seldist upp á örfáum dögum, nú komin aftur. Og eins og það væri ekki nóg, þá stóðu öskubuskurnar 2, Sigrún og Margrét, í versluninni þennan tiltekna dag og árituðu bæði mynd af sér og vísurnar Bimbo frítt fyrir hvern þann sem festi kaup á plötunni. Bimbo, Bimbo, hvað læti hí og hæ, Bimbo, Bimbo, eins og gæti sí og hæ, Bimbo, Bimbo, daginn út og inn. Æ, sami hlátur þinn og hopp og híum bí og bæ. Bimbo, hann vísna smár með bros á vör og rokkið hár. Hann öllum mundur kær, þá einhver með hann hlær. Heiður svipur hans, látur söngur dans, mjúkt handtak hans. Hann á sér hugarmál, helgar þeim líf og sál og elskar alls kyns brjál. Bimbo,
og upp og í bíabæ. Bimbós augu eru blá með æsku ljósan vott og þau ljóma alltaf skærs í honum gefið gott. Sæta brauð og súkkulaði svo kann að meta það. Allir krakkar elta hann og æpa þann litla mann. Bimbó, bimbó, gefðu okkur gotterí. Bimbó, bimbó, græddir þú lotterí. Bimbó, bimbó, fékkstu gott á ný. Og dóma hlátur hans okkar litla bimbómann. Bimbo, 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 bimbo. Værsla belgur hann víst og látast hann og snýst. Þó en sé hann í lofti lár í leikjum með hann kná. Daginn út og daginn inn dundar hann við bílinn sinn. Krakkarnir sem í kring þeir kalla slá hann hring. Bimbo, bimbo, Hvaða læti hí og hæ, bimbo, bimbo, en svo gæti sí og hæ. bimbo, bimbo. Daginn út og inn, æ sami hlátur þinn og upp og í bíabæ. Bimbo, 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 bimbo. bimbo. Þetta var eitthvað allra vinsalasta lagið sem Öskubuskur sungu á sínum tíma. Country-lagið Bimbo eftir Jim Reeves með texta Guðmundar Sigurðssonar, en lagið kom út á plötu árið 1954. Ráðningarstofa skemmtikrafta stóð fyrir 2 miðnætur skemmtunum í Austurbæjarbíói í febrúar 1954 og þar komu Öskubuskurnar 2, Sigrún og Margrét, fram við mikinn fögnuð viðstaddra, voru klappaðar upp aftur og aftur. Og það var nóg að gera 1954. Músíkbúðin auglýsti tónikaplöturnar með Öskubuskum í blöðunum og stúlkurnar sungu á hverri skemmtuninni á fætur annari. Þær voru meðal annars á miklum áramótadansleik í Breiðfirðingabúð og daginn eftir á nýjársdansleik í samkomuhúsi Njarðvíkur og þar fram eftir götunum. Miðvikudaginn 16. mars 1955 hélt tónikaútgáfan mikla miðnætur hljómleika í Austurbæjarbíói með 12 söngurum, dægurlegum, gamanvísum og eftirhermum og þar komu Öskubuskur fram í eitt af síðustu skiptunum, kannski var þetta hreinlega í síðasta sinn sem þær komu fram opinberlega. En það komið að leiðarlokum í þessum þætti Öskubuskur. Við höfum heyrt brot úr gömlum þætti Sverris Kjartanssonar úr Handraðanum sem var útvarpað árið 1976, en þar talaði Sverrir við 4 af 5 Öskubuskum upphaflegum. Það er Ingu Einarsdóttur, Margréti Hjartarbjörnsdóttur, Sólveigu Jóhannsdóttur og Svöfu Vilbergs. Við sláum botnin í þennan þátt söngsveitina vinsælu Öskubuskur með einu af þessum lögum sem ekki fást á geisladiskum og eru lítið í umferð í dag. Þær syngja á hörpunnar Óma, ljóð Theodórs Einarssonar við lag Friedrichs Schröder. Það er Kristján Magnússon sem leikur á píanóið. Verið sæl. Á hörpunar Óma við hlustum í kvöld, mín hjartkæra draumfagra meyja. Og tunglskinið hefur sín töfrandi rödd á meðan tónarnir síðustu deyja. Í hillingu sjáum við sólroðna strönd, þá svífum við tvö ein draumfögur lönd.
söng fögur lag.